Komið sælir kæru hrútar, þá komið ykkur. Þessi spil sem við draugum núna varða samband. Það eitthvað samband sem þið eru með í huga, sem þið viljið fá upplýsingar eða spyrja eða samband sem að einhverju hluta vegna kemur upp í hugan þegar að þið ákvaðuð að hlusta á þetta myndband, horfa á það. Við sjáum bara hvað kemur. Þetta getur verið tilfinningalegt samband, ástarsamband, vinasamband, atvinnu, samband eða fjölskyldan. En orka sambandsins, hún felst í þessu hérna spili sem að fleiri hafa fengið í kvöld. Mjög gott að sjá þetta. Þetta virðist vera bara fallegt tilfinningasamband hér á ferðinni. Tilfinningaflæðið jafnt og gefandi. Aðilarnir horfast í augu. Það skilningur hérna á milli aðila. Og samskiptin virðast vera góð. Kíkjum á það í öðru spili reyndar. Það ást og kærleikur hérna á milli og ekki nema jákvætt flæði sem kemur með þessu spili. Samskiptin í sambandinu sem ræðir, þau virðast ekki vera í miklum mæli. Og jafnvel engin. Einhvers konar rof hefur orðið á samskiptum. Það getur verið annar aðilinn hafi þurft að taka sig út úr sambandinu tímabundið, ef til vill bara vegna ferðalaga eða vegna þess að hafa mikið að gera. Og það ákveðin biðstaða, pattstaða hérna, varðandi samskipti. Svo spurning hvert leiðir það. Skortur á samskiptum aldrei góður þegar samband að ræða. Ef til vill þetta með samþykki beggja aðila og að báðir aðilar hafa ákveðið að taka smá pásu frá hvert öðru eða hvorum öðrum aðilanum. Skulum halda áfram. Styrkleikar sambandsins. Þeir felast í þögnuði. Kannski mikil gleði og mikið fögnuð í þessu fallega tilfinningasambandi. Þetta spil kemur líka með tónlist, hverskyns veisluhald og allskyns mannfagnaði. Það getur verið styrkleiki í einhverjum samböndum að halda upp á viðburði, að vera að halda vinaboð, matarboð eða sækja þannig boð. Ekki öll sambönd hafa þannig vinahópa eða hringi. Þetta spil jákvætt hvað varðar tilfinningaflæði, eins og ég sagði áðan, gleði og allt slíkt, og að því þetta kemur upp sem styrkleiki. Þá geta vinirnir verið styrkleiki líka. Ef þið eru vinamörg eða þessir aðilar í sambandinu eru vinamargir, þá getur það verið ákveðin styrkur. Að geta haft
góða vini að snúa sér til þegar á bjátar. Veikleikar sambandsins aftur á móti. Þeir koma með tunglinu. Tunglið táknar það sem undir yfirborðinu. Þannig að veikleikarnir gætu verið eitthvað sem ekki talað eitthvað sem annar aðilinn að fela. Tunglið getur líka verið veikindi, ýmiss konar andleg veikindi. Ef annar aðilinn að glíma við slíkt. Tunglið táknar líka ótta okkar, það sem við erum hrædd við, þau skref sem við erum hrædd við að taka. Það getur verið komið upp sem veikleiki ef það einhvers konar þannig staða innan sambandsins og annar eða báðir aðilarnir þora ekki að taka skrefið. Tunglið táknar undirvitundin okkar og kvenvitundina. Allt sem tengist því sem undir yfirborðinu. Já. Við skulum sjá, halda áfram. Hvernig sambandi ykkar lítur út utanfrá. Hvernig aðrir sjá ykkur. Já, ok. Þegar hér komið sögu, þá verð ég að nefna það sem ég fann áðan með þessu spili en ákvaða aðeins að geyma það. Að það gæti verið að annar aðilinn eða báðir neyti of mikils áfengis í óhóflegu magni og jafnvel þannig að við séum að tala sjúkdóm, alkohólisma. Þetta getur líka verið óhóf í drykkju og veisluhöldum. Að það sé of mikið af slíku í sambandinu. Aðrir aðilar utanaðkomandi sjá þetta samband allavega sem með einhvers konar fíknelementi. Það að segja að það sé einhvers konar óhóf hérna á ferðinni. Og ég nefndi þetta með drykkjuna vegna út af þessum tveimur spilum sem að hafa ákveðna tengingu við drykkju í óhófi. Þetta getur, þegar djöfullinn kemur upp hér, táknar hann hvers kyns óhóf. Það getur verið í einhverju öðru formi. Öðrum getur líka fundist í vera eyða efni fram eða að það sé ofur áhersla á peninga og að þeir sé græðgi í þessu sambandi. Það fyrir bara eftir hverjum og einum í raun og veru. Og ekki að sama við alla sjálfsögðu. Nú svo ein merkingin líka svo að aðrir horfa á ykkur sem að sambandi sé ákaflega sterkt og þið séu í raun og veru bundin eða bundnir órjúfanlegum böndum. Hvernig bönd sem það eru, að við byrjuðum lesturinn á því að ganga út frá að þetta væri tilfinningasamband. Djöfullinn getur að sjálfsögðu líka táknað bara hvers kyns eitruð áhrif eða erfiðleika. Alkohólismi innan veggja heimilis hefur oft í för með sér ofbeldi,
ofbeldi, ekki endilega líkamlegt ofbeldi, en oft andlegt ofbeldi fylgifiskur. Þannig að aðrir eru kannski að sjá það sem þið haldið að sé hulið. Við skulum halda áfram. Það sem drífur sambandið áfram, ástríðurnar í sambandinu. Það virðist tengjast efnislegum hlutum, jafnvel peningum, eða þið kunni mikið að meta hvers kyns efnislegs, lúxus. Það gott og blessað, en það sterkt viðvörunarmerki að hann sé hérna, því að hann bendir til óhófs eins og ég sagði. Það sem drífur sambandið áfram líka það að báðir aðilar eru sterkir, einir og sér og gætu vel verið án hins aðilans. Það að segja, þeir eru sterkir sjálfstæðir einstaklingar sem að hafa byggt upp í sitthvoru lagi ákveðna grósku í kringum sig. Þetta hérna manneskja sem að hefur ræktað garðinn sinn og að njóta góðu hlutana í lífinu, og það kannski jákvæði punkturinn, og af því það það sem drífur þetta samband áfram, þá getur það vegið meira heldur en ákveðnir veikleikar aðrir. Lykillinn að framtíðinni, hvað varðar þetta samband? Já, ok. Hérna myndi ég segja að væri svolítið svona krúsjál spil sem að segja mér að lykillinn að framtíðinni sé eigum við að segja tímabundin aðskilnaður. Mér finnst tengdimaðurinn hérna varðandi samskiptin bakka það svolítið upp, að það hefur orðið einhvers konar slit hérna á milli aðila í samskiptum einhverja hluta vegna. Tunglið segir mér að það sé óvissa á ferðinni og hræðsla við hið óþekkta, þannig að það vantar allan stöðuleika. Þetta svolítið syndandi orka hérna. Og hérna veisluhöld, partí, gleðskapur, drykkja. Kannski bara komin sá tímapunktur að þetta sé of mikið af hinu góða. Og fyrst að út á við því birtið þessa mynd, þá ef til vill kominn tími til að endurskoða hlutina. Lykillinn að sambandinu getur líka verið auðvitað án þess að það þurfi að vera slit eða rof. En þið sjáu hérna þessar hendur sem eru bundnar. Þetta ákveðin kvíði og ótti við að vera bundin í aðstæðum sem að þið komist ekki út úr. Þetta hugurinn sem að valda þessum hugsunum. Hugurinn oft versti óvinur okkar. Kannski staðan ekki eins slæm og þið haldið, en þið verðið að meta það hvert ykkar fyrir sig. Nú ég bara að lesa svona nokkuð yfirborðskennt hérna það sem spilin segja mér. En það að líða svona, það getur ekki verið gott. Og að vera með tunglið hérna sem veikleika, það heldur ekki mjög sterkt þegar við erum að tala stöðu sambands.
Þannig að ég ætla að taka hérna fleiri spil, aðeins til að fá nánari sýn á, við skulum taka eitt spil sem sýnir hvað verður ef að manneskjan ákveður að losa hlekkina, og annað spil tökum við ef að manneskjan ákveður að hafa hlutina óbreytta. Ok, fyrra spilið sýnir okkur val, og þetta val þarf að taka annarkvort með höfðinu eða með hjartanu. Þetta sýnir 2 einstaklinga saman í sambandi, og valið stendur á milli þess að fara eða vera. Ég lesi þetta þannig að ef að manneskjan ákveður að fara, þá muni það val skila henni í framtíðinni annars konar sambandi, öðruvísi sambandi, þar sem að önnur orka verður til staðar, þar sem að samskiptin eru til staðar, og að það muni færa henni í raun og veru það sem hún leitar að. Hitt spilið sem að ég fæ hérna fyrir óbreytta stöðu er spil réttlætisins, sem segir mér það að óbreytt staða verður aldrei óbreytt, heldur mun sverð réttlætisins sjá til þess að réttlætinu verði framfylgt með einum eða öðrum hætti, og hvort sem að það er þá löglegur skilnaður eða einhvers konar skipting, einhvers konar lagalegu gjörningur, allavega verður jafnvægi komið á, hvort sem þessum tveimur aðilum líka betur eða verr, skulum við segja. Ég ætla að leyfa mér að taka eitt spil enn til útskýringar fyrir tunglið. Tunglið sem er hérna í veikleika stöðu sambandsins. Fjarkinn í mynd sem segir mér að það, eins og ég sagði áðan, að skortir allan stöðuleika. Það er of mikið fljótandi, of mikið óljóst, of mikið, já, við getum kallað það kæruleysi. Það er of mikið látið reka á reiðan varðandi þetta samband. Þetta samband þarfnast stöðuleika, það þarfnast þess að það sé traustur grunnur. Það þarfnast þess að einhver taki undirstöðurnar og styrki þær. Þetta á líka við fjármuni. Og það á ekki við hérna að hafa hluti lausa í reipunum. Það mun einungis veikja þetta samband enn meira. Þannig að það er kominn tími á einhvers konar stefnubreytingu, hvort sem það verður í því formi að annar aðilinn kjósi að stíga út, eða að einhver aðri lög eða máttarvöld, skulum við segja, grípi inn í og breyti hlutum. Já, ok. Ég ætla ekki að úttala mig meira þetta að sinni, en kæri hrútur, það er greinilega
mikil vinna framundan hérna í þessu sambandi, hvers eðlis sem að það er. Ég óska ykkur bara alls hins besta, ljós og kærleikur til ykkar.